Síðustu mánuði hafa orðið gífurlegar breytingar á lánaumhverfi og lánsmöguleikum kaupenda. Fyrir sirka 6 mánuðum þá var það undantekning að kaupandi náði ekki að fjármagna draumeignina. Í dag erum við að horfa á alltaf 50% kaupenda ná ekki að fjármagna. Það eru aðalega 3 ástæður fyrir því. Bæði hafa vextir hækkað gífurlega mikið, þannig að greiðslubyrði lána hefur hækkað mikið. Seðlabankinn er búinn að koma með íþyngjandi kvaðir á kaupendur og þriðja og eiginlega veigamesta ástæðan er að reiknivélar bankanna er ekki lengur áreiðanlegar. Það vantar inn í alls konar kvaðir sem hefur verið að setja inn á, til dæmis að þú fáir ekki hærra lán en 35% af ráðstöfunartekjum og þó að þú standist greiðslumat fyrir 40 ára láni verðtryggðu þá færð ekki lánin nema þú getur borgað af 20 ára verðtryggðu láni. Ég veit, svolítið óeðlilegt. Þannig að við erum í raun og veru mikið áhuga fólk tímasparnað og það er rosalega svekkjandi fyrir kaupendur að eyða miklum tíma í að finna draumeignina, fara kannski 10-15 opin hús, gera tilboð bara til þess að fá höfnun hjá bankanum sínum. Þannig eina leiðin til að tryggja áreynslulaust kaupferli er að fara, panta sér tíma hjá bankanum, fá að vita hvað mátt kaupa mikið, hvernig lán mátt taka og gera síðan tilboð.